Byrjunarliðin eru klár. Ég held að við getum fara að rúlla yfir þetta bara eftir smá stund. Þá held ég að hljóðprufum sé að vera lokið. Við ættum að vera í syngi, en maður veit aldrei. Það skýrist. Já, þá held ég bara allt að vera til reiðu hér. 7 mínútur leik. Við erum með byrjunarlið samkvæmt skýrslu frá KSÍ. Við rúllum bara yfir það. Byrjum á heimaliðinu. Það Víkingur. Þar nr. 12 í markinu, Birta Guðlusdóttir. Svo koma Gíja Valgerður, Erna Guðrún, Emma Steinsen, Dagný Rún, Birta Birgisdóttir, Freyja Stefansdóttir, Linda Líf, Jóhanna Elín Halldórsdóttir, Bergþóra Sól og fyrirliði í kvöld, Bergdís Sveinsdóttir. Í liði Fjölnis í markinu Elínóra Ýr Kristjánsdóttir, svo koma Íris Pálsdóttir, Hrafnhildur Árnadóttir, Ester Lilja, Ísolt Kristín, Olivia Bukó, Kristín Gyða, María Eir, Hugrún Björk, Eva Karen Sigurjónsdóttir og Laufey Steinun Kristinsdóttir. Það Hrafnhildur Árnadóttir sem fyrir liðleysins. Hann bekkin líka? Já, það ekki bara. Á bekknum hjá heimaliðinu, Víking, nr. 1 Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, svo koma Hulda Ösp Ágústsdóttir, Rakel Sigurðardóttir, Tara Dís Ármann, Þórdís Embla Sveinbjörnsdóttir, Annika Jóna Jónsdóttir og Arna Ísolt Stefansdóttir. Á bekknum hjá Fjölni Sara Sif Jónsdóttir, Sæjun Helgadóttir, Auður Erla Jónsdóttir, Sunna Gló Helgadóttir, Viktoría Fjóla Sigurjónsdóttir, Harpa Sól Sigurðardóttir og Vala Katrín Guðmundsdóttir. Það svona. Já, ekki dómarandi líka? Já, gera það? Já. En hvað með þjálfara? Jú, þjálfara. Þjálfari Víkinga John Henry Andrews, hún til aðstofar Björn Sigurbjörnsson og markmannsþjálfari Ingólfur Orri, svo Lísbeth og Dagbjört að sjálfsögðu þarna. Fjölnismegin Vasilin Konstantínov þar þjálfari og heill hellingur á aðstofarmönnum og fólki. Dómari leiksins Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson, hún til aðstofar AD1. Já, ekki bara. Kári Mímisson og AD2. Það Tijana Kristins. Já, við erum góðir, þetta flott hjá þér. Þetta mjög flott hjá þér. Skulum sjá þetta er tímastill alls saman, þegar við, viltu ekki lýsa fyrir fólki bara hvað við vorum að gera? Jú, við vorum að prófa í, fyrir viku síðan, að lýsa leikina með VO-kameru, sem við höfum ekki gert áður, að nota það í útsendingu. Þá lentum við í smá hljóð vandræðum. Það er svo sem ekki, það er nú gömul sá nýja, ekki? Jú, gömul sá nýja. Það er svona að við viljum helst alltaf vera eitthvað að lenda í einhverju vesinni og reyna að finna út úr því. Það sé alveg á millimetrum þetta gangi ekki, sko. Þannig að núna erum við búin að koma okkur fyrir í Egilshöllinni upp á
upp á já, Efstu hæð? Já, upp á efstu hæð, upp á hérna DJ-búrinu Já. þar sem að VO-kamerarnar eru og erum búin að stilla hérna hátalara saman VO-vélina. Hvernig hátalara hvað gerir? Þetta er forlátur Dell töluhátalara. Þú sagði mér til Símon áðan, þá held ég að vera að djóka, sko. Nei, ég grínast ekki. Þetta er þessi gömlu hátalara sem heyrir svona þegar símir hringir náða þeim. Já. Það er alveg geðvögt, þannig að ef símir hringir, þá erum við í basli. Já, getur verið í smá vesen. Þannig að það hljóð er að spilast út úr mixertum okkar Já. yfir í VO-kameruna úr Já. hátalara Já. í straum. Já. Þannig að það séu að stelpunum vera að gefa high five, skemmtilegt. Við gerum líka high five. High five. Ég ætla að testa þess hljóðið núna, Já. þannig að verð þú aðeins hérna einmanna. Ég ætla að vera einmanna og vísi fyrir ykkur kæru áhorfendur hvað er að gerast hérna, ef þið skildið ekki sjá það. Fyrirliðarnir og dómarinn eru hérna ákveða hvernig þetta byrjar allt saman. Jájá, þetta er fagmannlega gert. Það er skipt helminga hérna, Víkingur færi sig hérna yfir og Fjölnir tilbaka. Þetta er allt eins og að vera. Já, þetta verður vafalítið áhugaverður leikur að sjá. Fjölnir spilar í annar deild, Víkingur spilar í bestu deild. Það verður engin svoleiðis munur í dag. Liðin eru að byrja undirbúningstímabilið. Við vorum inn í fyrra og horfum á leik þessara liða. Það var hörku skemmtilegur leikur í fyrra. Já, nefnir, ég var að koma inn þess að skemma þetta fyrir þér. Ég var að grænir látur að því að hljóðið er betra heldur en venjulega. Þannig að það er svo bara lækki okkur samt að þess að við heyrum, ég nenni ekki að hlusta svo mikið á þig. Nei, ok. Nei. En hækkaði samt í þér? Ég hækkaði mér, ég ætla sjálfsög. Nei, hérna vorstu að tala leikin í fyrra. Já, það var skemmtilegur leikur. Þó hann hafi Fyrir okkur Víkinga, já. Fyrir okkur Víkinga, já. En ég var bara ég hreifst mjög af Fjölnisliðinu þá. Ég hlakka til þess að sjá hvernig liðið er að spila í dag. Þetta var mjög vel spilandi lið og voru að reyna að spila mjög fallegan fótbolta. Já. Kútos á þjálfara liðsins. Ég var einmitt hissa að sjá hann Smaka Hödd. Já, hann vildi hætta, sko. Ég var svona hissa á því, sko, vikinu hann. Heyrðu, þetta fyrir að stað. Við erum ekki með kannski alveg gott útsýni hérna núna, en þó sjáum við hotfánuna alla. Það er nýtt, við höfum ekki alltaf séð það hérna. Þegar við erum niðri. Já, það er rétt. En já, þetta kom í gang. Ég þarf aðeins að haka hérna, klukkan fór ekki að stað. Þetta er sko eins og, mamma mér spyrir mig ofta, ertu tilbúin? Ertu búin að gera klárt? Já. Nei. En við erum svo skemmtilegir. Það er hérna aðgangsvörð, en þessi bolti aftur fyrir markspinna. Getum upplýst áhorfendur að vallarklukkan er komin af stað. Heldur betur. Það er Árvögullu. Nei, hérna. Þetta er ónulegt að hún lendi þetta í svona einhverju trafík, en það er alltaf að pressa átt þetta í dag. Má ekki segja að við byrjum alltaf svolítið býtum og erum við að sjást í mynd? Er ekki? Sérðu? Já, þetta er ótrúlegt. Gaman Það er skemmtilegt. Sérst bumban á mér. Hún er í widescreen núna. En við vorum stundið afturhaldingu daginn í æfingarleik fyrir jól. Hann fór, 5-1. Já. Já. Og áttum þetta harma hefna. Erfiður út í öllur að fara á. Það var 4-0 í hálfleik og alltaf erfitt að fara að spila á þeim velli. Samt að Linda gerir hérna. Langur bolt upp miðjuna, ég hef ekki séð þetta síðan 2001 held ég bara. Þú veist eitthvað inside information á hann frá Lísbeth, var eitthvað breytingar á... Hún kom þetta til okkur fyrir leikinu og sagði bara Jóhanna sem er hérna í byrjunum hjá okkur, vinstri bak, hún er nummer 11, en skýrslan segir nú eitthvað allt annað. Skýrslan segir segir 16 og svo er hún maður sjá, hvað er þetta? Það er Annika, hún glemdi treynu sinni heima og það getur gert fyrir besta fólk. Hún er nummer 19 í dag. Við veitum annan leikmann sem fendur skónu sinni heima, en... Þetta er gert fyrir okkar besta fólk. Komið hérna fyrir stelpur. Það eru eins og sprækar þetta í byrjun. Það er leist þarna
Dagný hérna næst hægri kantinum, gaman að sjá hana koma aftur í fullin í þetta. Linda á, Þetta er hún alltaf- setur bara í flugirinn, hættir Hvað hérna ætlar hún að hægra gera? megin. Hvað ætlar hún að gera? Svo Freyja fjær. Ó, Nei, hornspyrna. það er hornspyrna. Já, Áraðubil dómari leiksins lætur ekki neitt trufla sig. nei, Já, Jóhanna, hérna í vinstri bakverðinum, kom frá Selfossi. Já, bara núna daginn. Bara núna í haust. Hún er hérna að spila með U19. Já, hún er með þeim 5, það eru 5 þá núna ekki, með sýtti sig. Já, Einmitt. hún er alltaf víking. Alltaf yngur, svo hérna hvað er stutt, Bergdís og Begga, Sól. Begga kemur hún inn í, Góð hugmynd þarna! Birta. Birta, þetta er Það er útspark. Nei, útspark á. Já, þú ert svo litaður af Víkings ást að þú kannst ekki sé þetta rétt. Shit. Samt ertu nýbúin að halda með IR, sko, á mót okkur, þannig að ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna. En hér er komin alveg hellingur af fólki. Já, með það. Já, ég held að við ættum að halda okkur svolítið afstæðlega. Já. Því myndavælinn heldur að við séum einhver leikmenn, en við erum bara leikmenn á annan hátt. Svo við þekkjum... það var ágætt að sko mynd. Hérna aftur á Birtu. Þetta er bara, kannski ég veit ekki hvort fórstu náður þegar ég var að testa ljóðið, en þetta er bara mjög sterkt lið. Og þetta er bara lið sem við getum alveg klárlega séð oft í sumar, sko. Já. Við saknum Selmu að sjálfsögðu, hún Já, er já. ekki hópum í dag. Hún kom heimild ég bara í gærið dag. Já, ég langt þráðu frí. En hérna, já, það eru leikir núna framöndan í Reykjavíkurmótinu, bæði á strákunum og stelpunum. En Já. strákarnir, hérna, það er alltaf blandast inn í þetta þessi óþólandi Evrópukefni Já. sem er að trufla í Reykjavíkurmóti þetta árið, sko. Við vorum vonast þess að geta verið með tilkynningu til ykkar eftir kvöld, kæru víkingar, en svo er ekki. Þetta er ennþá allt í játnum. Bergdís gerir þetta, Og þetta er hérna settinguna. Þannig já, við erum semst, það er eiginlega sama staða, bara öllum, hérna, bara allt sem er að gera núna að komast til, hérna, farum, klubben, en hérna, það er ekki verið staðfestandi. Ég gerir þetta vel, hérna, þannig að segja að hún sé með háan hvíldapúls í vörðinni, og slögg. Það er vel gert þannig aðeins stöllum. Birta. Það er þetta hérna Fabba, það tókst ekki. Bergdís. Tilbaka á Birtu. Bergdís með góða langt. sendingur þetta, Frábær geðveik sending. sending. Þetta er bara Trent Alexander-Arnold sending. Já, eða Pedro Porro. Hver er það? Þetta er gott völd með tóttunum með Liverpool, sem að Freyja gerir hérna. Ágætis hugmynd. Bótti fram, Það er eitt. og Birtan er þessu niður hérna. Það voru mitt í einhverjum þrekmælingum hjá Láru Hafleiðardóttur núna í vikunni sem líður. Fórst þú líka það? Nei, ég spurði hvort ég vildi taka þátt en ég ákvaði að faka það vegna ég vildi ekki niðurlega mig. Og þetta er tilnæðilega þarna. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvað Lára er að gera með stelpunum. Já. Og bara vel gert hjá Láru líka. Hún var að fá viðkynningu fyrir sínstóru og káði sig að byggja hann upp í yngri landsliðin. Sem að svolítið starfið þar. Gíja hérna með langa bolta á vinstri kantinn á Freyju. Var boltinn okkur smurður með olíu? Eins og sé búið að vökva jafnvel. Heldur þessi möguleiki? Það er ekki ólíklegt sko. Kaupið það þegar ég sé það. Svo sagt við erum alltaf í smá brasi hérna á hliðalínu. Þess að við erum ekki með útsýni hérna niður fyrir okkur. Það er alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað. Það var þetta sjáum við ekki John Andrews, það er þetta pluss á. Það er farið. Þetta er svona, við erum svona, maður segja við séum yfirhönduna en þetta er svona ekki alveg búinn á sig niður leikurinn. Ekki alveg búinn að jafna sig. Þetta eru stelpur og þriðaflokki að koma hérna, kíkja á leikinn. Já, vel gert. Það er á æfingu núna. Glinda gerir það svo vel. Og skjóttu þessu bara. Nei, þetta er bara að halda hann að eilífu. Skemmtileg hugmynd hérna. Aftur. Vinnu boltan aftur, hvað gerur hún núna? Kottur skotið. Og opinn með skotið hérna. Já, það er gert. Ég hefði bara viljað sjá hann að taka skotið hérna í fyrstu umferðinni. Nei, hérna var þessi. Fannstu svo snúrun til að hlaða? Hún var í vasan.
Þegar við vorum hérna í stresskastinu fyrir leikinn þá týndist einn snúra, hún er fundin. Hún talaði með þetta fyrir líka þegar við spilum mótum og það leikur fyrir 10-0 fyrir okkur einmitt. Það er fyrir Víking og það var samt lið að spila með dútur góðan fótbolta. Mér finnst engin breyting verið hérna núna. Það er eftir að negla hún fram og vona það besta. Já, frábær sending hérna á Dæni. Rebekka, góð fyrirgjöf hérna en góð vörn. Já, fyrirgjöf, það var sjálfsögðu Bekka, ekki Dæni. Hotspilna. Ég er ennþá með svo góða sjón, sko. Já, ég er hún svo gaman, það sé ekki lengur. Ég þarf að vera með svona leikuskíki á leikjum. Já, svona eingelgning. Það er hræðilegt að heyra. Það er enginn að svara hvernig í viðborðaráðinu hvort það sé syngi. Það er allt í lagi, þetta er í syngi, það var allir glæðir. Já, ég veit að Kári Árni væri búinn að hringja ef þetta væri ekki syngi. Hann var alveg brjálaður í dag, sko. Nei, hann sagði bara, hvað, ég var blanda við það. En, nú það. Bekka og Bítu. Ó, þetta hefði verið skemmtilegt, maður. Mjög áhugaverð tilraun þarna, hvað gerir Bergdís, kemur hún fyrir. Hvað gerist þetta? Nei! Boltinn þarna í varnarmann og rétt fram hjá stönginni. Ég held að verður að skella í eitt. Þetta mátti engum muna. Þetta mátti engum muna. Fyrsta kvöldsins. Eftir 8 mínútur, eða 7 mínútur seg. Það myndi fara í highlight-pakkan ef við værum með hann. Hann er bara verið til á eftir því ég er búin að upplota leiknum. Þetta er nefnilega alveg, ef við getum saman Speedy og VO í eitt kerfi, þá var ég mjög glaður. Spevio, það er eitthvað kerfi hérna núna aftur. Já, svöld. Ó, jú. Hvað gerir Jóhanna? Nei. Erna. Freyja. Mikið pressa núna hjá stelpunum. Já, kemur hún fyrir en það er engin Víkingur. Gíja hérna bara til mig og Víkingur og þetta. Já, þetta búið að vera alveg svona 4-5 svona næstum í færi. Það segja þessi vorbræður. Það er ekkert vorbræður, það er bara ískalt út í belgi. Þá gerir Bekka vel þarna vinnuboltan og Linda fyrir Freyju og hvað gerir Freyja? Og hún skórar! Það er ekkert annað. Það er 1-0 að sjálfsögðu. Það var skemmtilega gert frábærsending hérna frá Lindum og Freyju sem að gera þetta skemmtilega 1-0 Fyrir stelpur og svara þessu þetta pressa hérna með hérna á Birta, já þetta er þetta spilndómari, já Birta hafði alveg möguleika að losa hérna hvað berjast aðeins og ekki spiluna. Bergdís, Gíja með þessu. Lítur hún hérna að finna Bergdísi, ekki. Framstöpur. Gíja og Birta leysa þetta vel en þessi bara út af boltinn þarna þræddur í gegnum vörnina og í horni fjær kemur Linda á harðaspelti og Freyja hérna vinstra megin Bergdís með henni og færi sig núna yfir til vinstri Linda fyrir bara sjálf, vel gert góð vörn hérna hjá finni koma boltanum aftur fyrir hotspilna spurning hvort við fáum einhverja nýja útfærslu hérna af hornið og sjá bara 2-3 útfærslur hérna í kvöld
bolti hérna og Birta fleitir hún hérna áfram en nei, ekki bara þessu. Birgis með boltan hérna fyrir aftur. Begga vinnur þennan. Það var vel gert. Mistan hérna en nær honum aftur. Og þetta er Ingvar sem fjölnir á sig. Aðsóðdómarinn. Þessu segi einu bara. Já, vel gert hérna, Jóhanna vinnur boltan. Freyju hérna, vinstra megin. En nei, hann er stíðan hérna út. Vel gert að fjölni. Já, það er Emma Steinsen, vinnur þennan. Kemur hún hérna. Skemmtilegt. Góð sending hann, vel gert að Birtu þarna. Bara vel gert hjá Birtu. Þetta voru eftir, þetta segi ég. Nú erum við aðeins að stjórna á þessu Linda er svona þessi þetta tilbaka. Já. Bara fagna þegar hún er með boltan. Það er alltaf mjög gaman. Það er þessu uppspilin sáum í fyrra, þá var mikið verið að leysa inn á bakverðinu við dýrum. Já, akkurat. Ekki mikið, þú voru að fara svona þreðakur í gegn. Þetta er meiri hreyfingu fram á við sem er að koma hérna tilbaka. Svo var Jóhanna náttúrulega komin hérna bara fram. Þetta er allt annað kerfi liður var að spila fyrir. Væntanlega er þetta bara, hvað kallum við þetta? Ef við segja þetta sé Kristó Sigurgeirs áhrifin að færa út. Já. Já, sem er bara frábært fyrir okkur víkinga. Þetta er hann komin í Fylki. Þetta er horfa núna ekki verið reiður Kristó Flóri. Það er ekki rétt að vel að já, þetta er frábæla. Það er að finna Birta erfitt þarna. Fyrir smá smertingu og dómarinn fyrir og allt. En hann var með það. Gefur Begga frábælega þarna. Fjörnar að byggja hérna sól. Þannig að þessi minni á. Þarna mátti ekki miklu minna þetta. En Bærdís leikur sér bara að miðinni. Frábælega gert. Ég komdu með þennan hérna okkur Freyju. Freyju er með flugbraut fyrir á miðinu þetta en hún er höndurboltanum. Birta. Já. Þetta var til að bróti á. Það gerist þeirra hérna. Það er dæmt stundum þetta en ekki endilega í Karlinga eða þetta Karabáka. Nei, alls ekki. Það er ekki oft átt á þetta og hérna ég er eftir spenntu hvað þú ætlar að gera við mig eftir fyrir þennan þetta grín sem ég var að gera. Ég ætla bara að halda á tánum. Já, ok, það lýst mér illa. Mjög illa. Emma hérna á Dagnýju. Dagný með þennan inn í tegin, en hérna er enginn Víkingur. Já, Fjölnir koma hérna stað. Bærdís lætur finna fyrir sér þarna. Þetta er vel spilað. Sending hérna Fjölnir. Það getur þess að verið. Og hérna er undan. Ekki rámstæði. Nei, þetta var ekki rámstæða. Birta. Það er vinnan partur. Stóta hérna hinsa meginn hjá þeim. Dagný kemur tilbaka. Já. Þarna vorum við heppin. Já, þarna vorum við. Bitir sending að út í horni hefði verið ansi hættuleg. Já. Linda. Linda alltaf bara er með ykkur áskrift á þessum bolta. Það er ótrúlega. Þetta er boltinn hennar. Já, sérkynni mertur. Bærdís skiptir hérna yfir á Emmu. Hún er þessu á. Dagný hérna frá fram að sig. Takt hennar bara á, einmitt. Já. Við erum búin að vera miklu aðdáðandi hérna í Víkingu TV að þegar Emma fer í flugferðir. Tekur á rás. Já, það er ekki leiðilegt. Nei, við viljum hafa bakverðina þannig. Ég er eiginlega bara raunverulega í áfalli, ég bara eiginlega bara að segja þetta. Ég var að kíkja á sendinguna. Já. Þetta er eiginlega betur, þetta er fyrir með allt setup inn í Vík og spíti og eitthvað. Já, ok. Ég er bara þegar maður kannski gera þetta að vera með 25 ára gala hátalar í þessu. Engasti, já, við erum boltan. Komin alveg hellingur á áhörundum hérna. Það var uppselt. Það er lengur uppselt. Vel gett líka á Fjölni að vera með veitingahöfn. Já. Kaffi og snakki. Og bara allskyns veitingar, ekki bara bús og kaffi, ef þú skilur hvað að menna. Já, akkurat. Bleik. Og hérna, með hérna glæsilegan veitingavagn. Já. Fjölnisvagn. Þess að hérna Birtu sem að lúra þessu fram og ekki freyja hérna. Það gerir þetta vel, það leysar allir úr þessu. Þetta er ansi mikið pressa hérna. Jóhanna vinnur þetta. Það er alltaf brönd. Kemur Gía.
eins og hún var kölluð hérna fyrr á dögum. Nei, ég get ekki sett fyrir. Hún var frábær með liðinu í sumar. Hún var bara alveg frábær og ég sá mitt svona kannski bak við tjöldin en þegar ég fór að kíkta á þessa mælingar hérna hjá henni. Þá sá maður svolítið hvernig típun inn í klefan. Já, skemmtilega gert þarna. Hún hefur reynst yngri leikmennunum einstaklega vel líka. Þetta var pínur svona andamammu stemmingar, ég bara alveg reynskil með það. Það þurfti á því að halda fyrir Bergdísi og Emmu Steinsen sem voru þarna með ADHD semst, þá var svona, það voru markveldi, ekki plús. En það var skemmtilegt. Fjölnir gerir hér, Emma stöðurinn fyrir. Já. Góð bolti á hann. Vel gert hjá hún skal þarna frá. Það eru þessar sendingar sem verið að trufla. Það eru búin að spila vel skipulaðar og allt það, en þessar sendingar eru búin að trufla það aðeins í dag. 2-3 moment sem hefði bara getið verið mjög hættulegur okkur. Já, býtu. Hún sé burtu. Já, kemur Erna á sprettinum. Kemur skaði, maður. Þetta átti skilið að hefnast. Þetta var fárlega eins og þeim. Það er aðeins meiri þyngd á sendinguna hana. Þetta var 2. Já. Hún leitur hana. Já. Kemst ekki þetta ekki. Sko, ég vil segja þetta hérna Jonna. Það var gaman að hafa Ernu sko tvisvar. Það var Ernu sko fyrir framan Ernu. Það væri mjög áhugavert test. Kannski frammi líka. Já, neða, bara svona. Við viljum hafa hann til vörðinni. Það var líka gaman að sjá hann á djúpa miðinu sko. Hann getur spilað alltaf hvað sem vildi. Heyrðu, það er bara fréttir. Ertu búin að sjá skóna sem lindir í? Vá. Þetta er, við þurfum að fá eiginlega bara viðtæði til leikið við hana. Hún er í, sko, þetta eru 9 kópasendingar. Þetta er betur glæsileg sko. Það er ekki eitthvað næg kjaftaði hér. Becca, finnur Bergdísi hérna. Þessi sending var. Það var vel hugsað að það hjá Bergdísi. Góð hugmynd. Æ, Býtu. Frans hérna í öftustu línunni en Gía sópar þetta upp. Becca, hún er hérna megin. Jenny og Emma. Það er að mæta bara alveg svakalega fram á það. Þetta er ekkert oft sem að segja þetta. Mjög vel gert. Það maður að mann hérna alveg upp á bótt. Það kemur quarterbackin okkar, tekur boltan. Tom Brady. Tom Brady og ég maður svona, ég veit það ekki, mér finnst seasoni fyrra mjög gott hjá okkur. Þriðja setið var þetta bara frábært, ég tekið það fyrir tíðanbili allan daginn. En ég held í sumar getur við séð svona breakout season í nokkrum leikunum. Þetta er einn þeirra sem ég held að verði svakalega í sumar. Já, vel getur Freyju. Birta. Þetta var góð fyrir þetta. Ég skal flýta okkur aðeins svo mikið í síðustu. Setta bara markið. Svo út í hægri. Já, fínt. Jú, hann dettur bara Freyja. Já. Það er mark. 2-0. Frábæri taktar hjá Lindu. Það er þröngt svo að hún hefur náðan tíma að það verið svona góðu skoti. Gott ríblikjari sem er með þetta. En við getum ekkert að ráta þetta. Það er bara að koma að stað til Dani. Bergdís. Það eru búin að vera að hafa having fun eins og sagt er. Bergdís stíður þetta yfir hann. Það er að koma svo inn í. Það vona að þetta viti á marka sumar hjá Freyju því að ég hef alveg velið að sjá hann að skora meira í hún har skorað 2-3 sumar. Eitthvað svoleiðis. Hún er heldur betur búin að vera, hún var náttúrulega mikilvæg, skoraði 3. og
rótöki fyrir Breiðablik í bikarnum. Já, 23. og skoraði sigurmarkið á móti Þór Káa. Já, sem þriði, einmitt. Heldur betur. Góður bolti frá Beggu þarna inn í. Bertís í skatanum, Freyja er þarna, já. Þetta var alveg sending, maður. Hanna, já, það er tilraun. Hún getur nú skotið. Heldur betur, Begga, já, Hanna, viljum við ekki fara núna, sendingu frá Hannu, jú. Þarna var Bertís á auðum sjó. Hún heldur boltanum á pressunni áfram. Halda boltanum frábæla vel þarna. Já. Svo Freyja bara fara inn í þarna, það er ekkert þannig að gera. Nú er komið smá lósar að braga á þetta og fjölnistúlkum. Já, enda komið inn að vera með einn. Gerir þetta fáralega vel. Það er Reynda að brjóta á henni, það gengur ekkert. Hvað gerir? Það var ný. Þetta er bara svo að horfa á okkur að veistlu. Já, heyrðu, left. að gera. Já. Þetta kann ég að meta. Begga þarna með skot með vinstri. Já, þetta var rétt yfir. Rétt yfir. Það er alltaf að spila út úr þessu. Þetta er, eins og við rætt marg oft sér, þetta er stór hættulegt. Jóhanna. Sér Lindu, já, og Linda. Leggja skot til Lindu, en vel varðið. Við líkum leikmenn, talandi leikmenn sem eiga eftir að hefur gott sumar. Jesús Kristus. Ég er búinn að setja svona target til mér, sko, fyrir mörk. Ég ætla samt ekki að segja það upp átt. Nei. Þannig að segja ég verði til að láta hana bara, segja frá því eftir útsendinguna. Ok. Svo höfum við bara milli okkar. Já, tökum það upp og geymum það. Já. Og Dagný líka bara frábær leikmaður sem kannski komst ekki alveg í takt í sumar. Nei, náttúrulega stoppar stutt. Já. Einn af þessum leikmennum sem eru í námi í Bandaríkjunum. Einmitt. Ég vil ekki þá fara aftur út núna bara. Hún lítur að vera að fara aftur út núna bara rétt fyrir mannamótin. Það er í næstu viku. Einmitt. Svo hefur hún hana Kristín Erlu frá, er það ekki Wake Forest? Ekki svo þessi rétt með mér. Já, það er komið allavega í maí. Hún kosti að lega úrsliti núna með sín liði. Ég er ekki alveg spennið að verða liði. Það er bara árangur. Það er til að sjá hana í sumar. Svo maður eitthvað séð sko nýri Vík sko. Já. Eða hún ekki að segja það því ég. Nei. Tölum það bara þegar við lækkum í okkur og eftir. Það kemur svona staðfest sví fljótlega vonandi. Sjá hvað maður gerir hérna. Svona ná að geta stjórn á þessum leik. Já, vel gert þarna í Beggu. Ég ætla bara að kalla hana Beggu. Beggu-Sól? Já. Hún er kölluð Beggu-Sól, þannig að það sleppur alveg. Gerir þetta. Já, hún gefst ekki upp og heldur áfram vinnuboltan. Fóralega vel gert, ég hef nú vel sem vikuspilna þarna, já. Þarna var dómarinn með allt á hreinu. Gaman þegar dómararnir eru komnir í synk við okkur, sko. Það er nú synkar hljóðið, sko. Já, það synkar allt. Virkar þetta. Þarna vil ég bara sjá skot. Já, þú bara á Bertís sínu okkur hvernig að gera þetta. Já, ég held nefnilega ekkert, það er sko, Linda getur líka tekið þetta, Begga-Sól. Já. Erna hefur nú tekið nokkuð skrímarina. Já. Birta. Sko. Þetta er ekki skot, er það? Nei, en er ekki kerfi. Það er eitthvað kerfi. Það kom ekki einu djúpinu. Erna kemur og neglir hún. Finnst það ekki ásynlega að byrja fór eitthvað undan sérst þetta. Mjög lúmst. Hvað gerir hérna? Bertís langar að skjóta nær, ég sé það. Fjær, þvílíkur bolti. Það var hver mætt af Erna. Fjær. Erna, Guðrún, Magg. Það að hlaupa allan leið í völlin. Þetta fannst mér svo leið eftir að ég fór í vinstri bakvörn á sínum tíma, þá svo lund leið tilbaka. Þetta er svo erfitt. Það er betra að vera bara frammi. Svo Linda. Já, Linda sterk þarna. Já, þetta er eitthvað hvernig ég saman að þessu. Þetta er alveg rétt. Dæmt á þetta en ekki dæmt á Lukas Bergvall, segir Björki. Nei, segi ekki neitt. Svona er þetta bara. Gæðin er bara betri inn dómurum á Íslandi. Já, það er bara það. Birta. Ekki mikið fengið að sjá. Það byrstu í þessum leik. Lítið frekar lítið að gera. Já, við grinnumst nú með það móti afturhaldingu ekki daginn við hennar Kötlu. Hún átti hérna hítnappi hennar var sem þetta vítapunkturum. Já. Og snertingafjöldin var heldur 2. Það var eitthvað svo leiðis. Stefnir í eitthvað svona svipað. En það eru svona skeinu þetta. Þetta gæti alveg. Þetta gæti. Það er ekki mikið sko. Nei. Smá einbeitingarleysi og þá eru þær bara slopnað. Það eru snöggar. Velskipulaðar. Bakka lítur hérna upp á sér. Jóhann og Birta eru óþægilega líkar á velli í þessari fjarlægð.
allir því að Frábær sendingu frá Jóhannu og Freyju sem kemur inn að vinstra megin. það er svo leiðilt að vera bakvörður á móti Freyju, menn Jesús, hvað ég finn til með fólki sem þarf að spila frá stöðu. Já. Frábær sending á Birtu. Já. Frábærlega gert, og hvað gerir hún? Hún lét að fara allir fyrir Freyju. Ég hef verið sem meira sér verið sko línuvörður á kantinn með Freyju og það var mjög. Já, það er erfitt. Ég get sérstaklega fullorðin. Ég er svo langt gengin í að vera mjög fullorðin. Þannig að vera bara í einhverju standi hérna að spila mótinu eru líka úr glöðum. Já. Það er einhvers byrna. Sjáum ekki alveg hvað var að gera það. Þeir sem dómar hana fyrir þessu. Við treystum dómarunum. Það er sérst einhvern orð okkur í Víkingur TV. Það er að treysta dómarunum. Já. Engin dómar, engin leikur. Og allt það. Já, Emma sér Bergdísi hérna. Þarna, ég held að hún sofni ekki í nótt, sko. Hún hafði allan tíman í ímyndum. Hún hefur gert betur, ef ekki segja það. Jú, hún er nefnilega frábær skallamaður. Hún er nefnilega frábær skallamaður, ég veit. Ég átti eitthvað skallamarki Suna sem var alveg galið. Já, nú voru að pressa hárt. Bergdís. Já, þetta er bara gæði og fleira takk. Nátti samt ekki margum hann að... Það er ekki spila hann svo mikið. Rosenberg kannski. Það er sjálfsögðu vakandi og sópar þetta upp. Já, þetta er. Það er alltaf óslega leiðilt að vera sofandi núna en á vellinum, sko, því að, þú veist, það getur lendið ykkur í alveglegu slisi. Líka hérna á gólfinu, landi. Já, Birta kemur hérna bara vel út úr markinu, út úr teiknum til þess að fá aðeins að vera með. Freyja gerir þetta frábærlega. Jú, það var góð sending. Við vorum hann full neikvæðir. Þessi sending gekk ekki. Þetta er þvílíkur hraði, maður. Já, það sé mjög snyggt. Þetta hefur við líka. Það er eitthvað smá spark. Já, slum afþakka öll meiðsli í dag. Hér er bara tilkynning. Það er laus sæti hérna mót okkur en það er allt upptekið hérna á hliðan. Já. Hér eru okkur 200 manns. Það er uppselt í aðstúkuna en það er ennþá laust í sínstúkuna. Já, í sínstúkuna. Það er rétt. Freyja. Það komum við tilbaka á Jóhannu. Það er góður hlaupi. Já. Vinnir bara boltan á sig. Nei, það er ykkur spilna. Já, það er svo rétt. Það er nú ekki mikið annað að segja en hérna þetta er búið svona ánægilegt en kannski við hefðum alveg eitthvað fullið með skora 1-2 viðbót núna fyrir því. Er það ekkert reiður yfir því? Nei, en bara við höfum gafan að þessu. Þetta var spilað einhvern Þessi sending, ég gef henni samt respekt fyrir þessu sendingu, þetta var frábært til útsöðun og sögum þarna en komst ekki alla leið, Begga þetta er komið sér dag, þessi sending er komst alla leið og var frábær. Víknarsliðið fylla tegi núna eða hvað. Daniel er að koma inn fyrir en góð vörn á Fjölni. Engast sem Víkingur á. Ég var að segja Akureyrar megin. Já. Þetta er ekki norður. Ég held það. Ég er ekki viss samt. Ég tek upp kampásinn eftir smá stund. Já, ég þarf að fara til bílinn og snúa mér ringa. Begga vinnur þetta boltan. Nei, þetta er Bergdís. Bergdís, já, vel gert. Það kallar líka Begga. Það mátti engu muna að hann að þræða boltar hann í gegnum vörðina. Á Beggu. Já, það er að pressa hérna. Já, vel gert og Jóhanna þarna. Hún er réttvætt ekki samt. Jú. Hún er alveg helviti góð með vinstri. Frábær sending. Og hvað gerir Bergdís? Þetta nei! Hvernig? Ég hringi á lögregluna. Þetta var fáránlega vel gert. Og líka fáránlega klárað en opinn. Þá gefum hérna kútos þarna á Jóhannu og Freyju. Heldur betur. Þessi hefði mátt syngja í netinu. Jóhann er búin að vera að koma mjög sterkinn inn. Mjög sterkur leikmaður. Það var eftir að segja að það sé einhverja veika framherstöður í fyrirháleiki okkar. Ég hef kannski ekki metið hennar Birtu í markinu ennþá en hérna, hún er búin að gera það sem hún þarf að gera. Það er nokkur sinnum búin að lenda undir pressu og leysa það bara Já, vel. bara nokkuð vel. Þeir eru vist að koma
mér finnst það svo að sé bara heiðarlega sagt, sko. Mér finnst svo, liðið sé svona aðeins betra standi heldur en fyrir ára síðan. Saman svo í fyrra og hitti fyrir held ég. En það eru svona sjátt, sko. Lára mikið að gera eitthvað rétt. Það er nú komið til að mikið gera eitthvað rétt. Svo við erum eftir baka og við fáum ekki engast til leið. Þessi er með eitthvað vinstri fót, sko. Mér langar ekkert að sjá þannig að fá hann í tíma þarna fyrir fram að markið. Ég var alveg að sleppa því. Það er sérstaklega aðdáðandi vinstri fótarleikmanna sem er í liðin okkar í dag. 0, áhugi 0, takk. Eða Negía, hún alltaf, hvort er hún erfætt? Hún er réttfætt, sko. Já, ég veit. Þetta er fordómar. Já, við erum með 2 erfættar á bekknum. Heldur betur. Rakel og Þórdís. Er það? Þórdís er eiginlega jafnvægt, en hérna Rakel og ekki Hulda. Hulda? Það er einn vinstri fótur þar. Frábær sending hérna í Jóhannu. Dagný er hérna komin. Vinstra með hennuna. Linda farin hérna í tegnum. Nei. Já, aðeins lengi að þessu. Já, vantaði einhverja möguleika hérna. Freyja er sem sagt komin þá út hægra megin núna og Dagný hérna vinstra megin. Þá byggjum við fyrir vinstri bakverði Fjölnis stúlkna. Já, og þreita hana. Nú er Emma Leysin á miðinu sem við tölum Þetta er... Það gerir Birta komin inn í skotfæri. Þetta bara... Ætlaði bara að setja hann hérna í hornið niðri. Ég ekki að þetta hefði verið mark ef þetta hefði verið mark, sko. Ég er svo ekki klár. Já, Jóhann er búin að detta vel inn í lið. Hún hefði spilað með okkur í nokkur ár bara. Það er frábært. Hún er í treyjunum eftir í Hafdísi reyndar, en... Já. Sem hann ekki fyrir sig. Þarna er verið að dæma á styrkleika því miðjudómari. Spurning hvað hefði verið dæmt þarna í leik Tottenham og Liverpool. Þarna hefði sennilega ekki verið dæmt neitt og 1-0 og allir glæðir. Eins og þetta er. Dóttir mín kallaði mig svindlara. Já. Eins og þú reyndar kallaði mig líka svindlara. Það var frá máls. Hún gerði þetta heima á mér, þú opinberlega. Veit ekki alveg hvað ég gengur til með því. Einfalt. Það sem þetta er auðvitað Birta, já. Birta á Birtu. Birta á Birtu. Það er að mæta okkur aðeins framalega. Já. Það fyrir bara yfir. Og sendingur á Birtu á Freyju. Freyja, þvílíkt touch. Linda og hvað? Begga komið hérna hægra megin. Þessu góð sókn þetta bara á skilið þessi mark. Nei. Já. Þrjú touch og... Já. Frábær sending frá Birtu á Freyju sem tók ríkilega vel á móti boltanum. Mjög gott touch þannig að hún tók þetta bara leitur sem var að fara að missa hann, hún vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Senda hann á Lindu sem senda hann í björnum. Þetta er líka eitthvað sem maður gleymir, sko. Hún er 17 ára, sko. Já. Er hún ekki 18 ára þess að? Já, og þarna svona sér svona litla hluti í leiknum, maður er búin að fylgjast með henni alltaf í 3 ár, 2,5 ára eitthvað í meistaraflokki. Alltaf kom meira og meira í ljósa, þetta er geða leikmaður á ferðinni. Vel gert hérna hjá Fjölni. Það eru fáar hérna, en sá hvaðan hérna á Jóhannu. Hún er ansi snabba. Þetta er sjómynd. Fyrst að þetta vel vakandi. Hún er ekki sofandi, það er nokkuð ljóst. Þetta var vel gert hjá henn, sammála því. Flott skók. Já, frábær sending hérna á Beggu. Til þess að hennu meira í þessum bolta. Já, sammála ég held að þessi rámstæð þarna, nei, frábært. Ég ætla ekki að bjóða henni eftir bónum sendingar hérna. Sendir hérna á... Já, þetta var sérlega allt planað. Dagný svona fengið blóðn á sér. Dagný? Sem pappir í nefnum. Já, ok. Ekki boltan eða eitthvað. Þarna, það eru strækar tilbaka þannig Fjölni, tímaður snöggnaði. En þessi er líka snögg sem kemur hérna. Já, þessi líka. Þetta segir Linda á Líf sem vinnur hún að bolta. Þetta heitir að taka boltan og rífa hann tilbaka. Takk. Á þetta máta. Verða pöllunum, en þú það ekki að okkur fá. Oft hlegið þessu hérna. Það er nokkur leikmenn sem maður myndi ekki vilja fá svona eftir sér verður að hlaupa með boltan. Linda líka mjög ofalega það er takk. Þetta verður meira þetta.
hann að beita líka hann frábælega. Fýtt bolti hérna fyrir. Hvað gerir Begga? Heyrðu, vinstri. Hárlega vel gert. Freyr fann að nota, þú veist, sástu þetta? Hún nefnilega rosalega sterk. Hún mjög sterk nefnilega, hún var svona, það var algengara, hún tæki boltan, hún tæki svona boltan bara hlaupa fram hjá. Þetta nú bara, þetta ótrúlega klókt þarna, nota hraðan og styrkin í sömu andráni. Það var náttúrulega mitt einhvernur það var alltaf svona, þjálfarinn alltaf ánægst með mér, það var styrkur og snerpa. Nei, það var alls ekki. Bara með vinstri fót? Bara með einn fót, það var mjög einbættið þegar að koma þessari fallegu íþróttar. Já, herðu, þetta gekk upp. Dani náðu þessu alveg, já. Núna kemur hérna hlupið. Það er bolti. Og Linda vinnur hann, já. Já, einmitt. Herðu, þetta er rosalegt. Vá. Ég var að horfa þetta aftur. Akkur, sko, nú er ég, ok, það er bara, ég ætla að jafna með þess að við tala með það, en það er mjög oft, akkur er skautun? Já, hún var að æfa með Arsenal, hún var bara að spila inn í markið. Það er eitthvað, hún er fyll for hot, það er betra. Þetta var fáránlega vel gert þarna, eins og það væri bara ekki að, það átti ekki séns. Nei, hún sólaði þarna, ansi margar teiknum. En það var samt ekkert panik, ánægði með Fjölni, það var ekkert að kasta sig í eitthvað brot og eitthvað. Þetta er bara frábæri bolta fyrir hjá í dag. Það er hótspilna. Já, rétt. Ég er með 7 corners over, skilur þú? Já. Ég veit. Við vorum að djóka með hérna, það var einhver sem dötti lukubótinn hérna í síðasta leiki á Víking og IR. Það var rætt hérna einhvern hlaðvörpum að stöðlinn á IR hafi verið 9 sem staðar og 7. Þannig að einhverju veðbankar hafa sofið illa þá nóttina. Begga tekur þetta hot. Hún er með geggjaða fucking hotspinnu maður. Kastaði sér enginn þetta. Þessi Gjórubræði kæri áhundur. Klukkan er alltaf orðin. Hún er að vera 9 þannig að bötun er á sofnuð. Frábær sendi. Bolti og Dani! Því líku skall. Hotspinnu frá Öxó. Frábær hotspinna maður. Boltinn hérna á fjær og það er Erna sem að tók hérna snúning senda fyrir og það voru bara 3 víkingastelpur. Það var bara, Freyja var, reyfum bara Freyja þarna. Hérna er fjölstelpur, hann er í sókn inn í teig. Aftur. Heyrðu! Hernan, það er grjótörð. Bergar sér þetta fyrir hot. Gert, Gunni Jóhannu. Já, það er auðvitað auðvelt til þjálfar Fjölnis í hálfleik að hérna peppa sína stelpur á. Þetta er ekki búið að vera neitt annað, þetta er bara flott hjá þeim. Flott framist að Linda, heyrðu! Ok, ef hún er inn á þessu þá hafði ég hringt út þjóðvaraliðið þegar sagt þér. Þetta var galið. Þetta er þetta komið í smá svona. Já, nú þarf einhver að taka boltanum bara að byrja spilunum. Þá gerir Begga það bara fyrir okkur. Líka sendingar. Það eru gæði. Það er veisla á föstudagskvöldi. Þetta er ekki búið. Engum muna að fræða boltanum. Skjóttu sig bara. Nákvæmlega! Heyrðu! Já! Heyrðu! Við kalluðum þetta. Já, 4-0. Þetta var Jóhanna með sitt fyrsta mark fyrir Víking. Heldur betur og það var ekki af ódýrustu gerðinni. Nei. Þú sér þetta eftir hérna í okkar kerfi. Bara lætið vaða. Ég held að markmaðurinn hafi bara átt að segja því mjög fljótlega til þessu skotið. Þetta var ekki bara að gerast. Já.
sjá hann að skora sitt fyrsta mark. Gaman að eiga líka á upptöku. Þess vegna erum við nú að þessu, Bjarki minn. Nákvæmlega, eiga það líka á upptöku með okkur. Það er eitthvað sem Jóhanna mun þykja mest vænt þetta mark held ég að hlusta á okkur tala okkur sjálfa. Þá verður þetta að fara að hreyfa þannig rætt hjá okkur hérna og Emma Linda býður hann en... Sá Lindu þarna og Freyju Haramenn líka á og var þetta niður og... Þetta er aga líka, þetta er ögur framstæðan okkur, það er ekki verið að hleypa sem ykkur vitleysu hérna. Bekka náðan þarna, finnur Bælega gert þarna. Svo Bekti sér hérna úti, sem kemur hún fyrir. Já, góða bolti. Birta og Bekka. Birta og Bekka, halda áfram. Það er svona meðslir sem er. Það stíð á hana sennilega. En við ætlum ekkert að sína henni að miskunni sem er. Freyja. Já, hún heldur boltana vel. Og Emma aftur. Emma, góða fyrirgjafir. Þá koma fyrirlstelpur. Nei, hérðu, þetta er kloppi. Þetta fær í highlights-bakkan hérna, það er bara þannig. Já, og þetta líka. Þarna. Það var ekki sáttu sjálf á sig þarna. Nei, þetta var... Já, þetta er sem ég er að tala um áðan. Þetta er gaman að sjá. Fyrsta leik á nýju tímabili. Já. Vel gert þetta henni og Jóhannu. Jóhannu ein hérna upp vinstra megin. Hver er inn í bóksinu? Það er... Markmaðurinn. Nú kom Birta nær. Vel gert þarna hjá Dagný og Jóhannu. Ég myndi ekki segja að... Sér, þú stoppaði klukkan. Nú þurfum við að fylgjast með þessu því að klukkan okkar núna eina... Hún stoppaði sko fyrir 9 mínútur síðan. Já, það er... Húsklukkan góða, hún er ekki að standa sig. Hún er stilt á leik með 5. flokki. Nei, þetta gerist líka svona móti í ernastu. Já. Þá var leikur meistarflokksveit beint á undan og það var sama sem gerist. Þannig að hér köllum við bara til standard og tækifærin hafa verið næg til þess að skipta þessum búnaði út og við hvetjum þá sem að reka þetta hús að gera það. Vá, þetta var alvöru. Þetta var svakalegt. Það gerir Linda hérna. Já, hún bara skora. Hún skora bara. Já, akkurat. Einfalt. Þarf ekki að vera flókið, sko. Nei, ég meina, okkur ekki bara taka boltan, hlaupa tilbaka, vinna þess varnarvinnu, sækja boltan, hlaupa mark og skora. Þetta var einstaklega vel gert þarna hjá Lindu og þar með er fyrri hálfleik lokið. Staðan er 5-0 fyrir Víking. Heldur betur. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, við þurfum líka nær okkur og fá okkur nær vatn og alls konar. Já. En hérna við sjáumst þetta 15 mínútur, bara frábær fyrri hálfleikur. Yes. Takk.
Kæru víkingar, velkomin aftur á skjánum, símanum eða hverju sem er að horfa í. Þetta er búið að vera veisla í fyrir alveg kannski. Já, fyrir okkur vikingar þetta búið að vera mjög mikil veisla. Já, og minna, við veist bara, Fjölnisliðið er bara mjög vel spilandi en það er gaman að sjá að það er náttúrulega ennþá í annar deildinni. Það er tveimur deildir neðan okkur. Já. En, jú, það sést náttúrulega kannski væri óðurlegt að biðja mikið meira en þetta. Mér sýnist þér að koma tölulegar breytingar hérna í fyrirháleik og í seinni hálfleik segja. Þú kannski fylgist með því að kannski við erum nær mér hérna í eitthvað svona leyni hérna úr tölunum minni hérna. Sjá. Það allavega eru markmannskipti hjá Víking. Katla er að koma í markið. Heldur betur. Og hérna, mér sýnist Arna og Annika líka verið að gera sér klára, sko. Já. En það er samt, stemmir ekki alveg, sko. Það er ennþá alveg, ætla sé ekki 2 skiptingar, er ég að tala rétt. Þetta eru 9 útileikmenn þarna. En það vantar 1 leikmann. Það, ég finnst Hulda var svolítið að hafa gott tempo á henni í uppbytuninni. Ok. Sennilega hún er komin og líka. Sýnist, Dagný er þarna, Emma, Becca. Jú, þetta er bara Hulda núna og hérna Katla. Linda er þarna ekki, jú. Erna, Gía. Það er komið fyrir Jóhann, nei Jóhann er það. Jóhann er þarna. Það er spilum með 12 í setna. Ég held að það er ekki leifilegt, sko. Berndís er ekki að. Það er rétt. Þú ert ansi, þú ert ekki bara hattastandur, sko. Nei, er ekki bara skjúa. Nei, heldur betur. Þá fer mættilega hún út á kantinn. Hver fyrir þannig á miðjunu? Dagný? Dagný klárlega. Já. Hérna getur spilað hvort sem er kantinu með miðunni. Örugglega vanar að spila miðjustöðuna. Já, Fjölnir gerir líka skiptingu á sínu lið. Það eru 3 ára að koma þar inn á. Leikmann númer 42-3-19. Já, og Katla og Hulda inn á Víking. Þá getur þetta allt farið í gang aftur. Garðinski teiknumæðurinn er tilbúin á klukkunni. Klukkan alltaf sem er kolvitlis hjá mér, sko, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég laga þetta, sko. Ég veit ekki alveg, hvað gerir maður í þessu byrki? Jésús Kristur, sko, þetta er alltaf, nú þarf að rífa sig í gang, segi ég og skrifa. Já, höfum ekki Það ágjörð. er engin klukka rétt hjá okkur núna, Nei. en þá höfum við bara símann til þess, það er bara svo þess. Komum að stað, Fjölnir byrja hérna boltan. Nei. Vinnan fljótið nættur, það er dæmið með nei á. Já, gælendingurinn búinn að laga klukkuna. Smá fordómar, örlar á þeim, en allt í lagi. Trump verður fljótur að stela þessum gælenska teknumanni. Já, ég sá hérna að Donald Trump yngri hérna var að veflast kringum húsið. Þetta er, maður lærir meðan maður lifir eins og þetta og hérna ég er núna að sjá þetta eftir á skjáin eftir smástund, já, okkur er þetta dettin núna. Já, þú veist, kýrknir eins og þarna, mannstu tíu í fósbræðarum, þú veist, nú erum við í beinni, en samt ekki beinni, sko. Nú, við, góð bolti að það fyrir. Hérna á Gía, Vilaverði, hérna og Dagný, já. Það er hérna þessu, einfalt, byrtu. Þetta galopið vinstra megin. Linda Guðrumann, fær hann hérna, fín sendingarni á Freyju. Fyrsta á Úður bolti. Geggjur sendinga Freyju og hvað gerir Freyja? Það vantar fólk fyrir og það er Hulda fjær. Hérna nú tengum hérna. Þetta heyrist ykkur alla höllina. Það hlýttur að fólk eru þreytt á okkur. Fólk losnar ekki við okkur þegar það er á staðnum. Nei. Það er því með þannig Hulda tók þetta því líka sprettinu tegir, menn ekki miklu með þessu. Já, skemmtilega gert hérna á Jóhannu. Kemur Hulda. Nei, rámstæða. Er þetta var eða er þetta skoðun því? Þetta var. Þetta var, ok. Staðfest. Skilji. Ég sé ekki mikla breytingar á Fjölni, við þekkjum því miður ekki leikmenn þar nægilega vel til þess að ekki heldur. Það voru þarna 3 sem kom inn á. Já, það, ok. Ég sá ekki, ég er strákur daginn og vissum að valla hvernig okkur maður hitti þarna. Nei, nákvæmlega. Ég þekkti þetta enga með nafni nema Baldur sem fór frá okkur.
Já, jú, ég þekki náttúrulega Alexander Já, Kostits. Kostits, við slum ekki glemma honum. Minnaður. Já, þú varst ánægð með Sigur Íringa eins og þínu múin að vísa. Já. Já, tekur hann bara kassa. Nei, ég býtu, sopnaði þarna sverðinu. Og fyrir, en Katla greipur þetta. Góður einhver bolti þarna, hann kemur strax í leikabekku. Freyju hérna megin. Býtu. Markið niður ykkur stöðinu. Aftan var það, en hún heldur þessu ekki inn á nei. Þarna, Það var eini möguleikin sem við vildum ekki sjá. Það er að reyna að senda upp John. sendur mig ekki til John, sko. Það sem er að 19 getur nú ekki verið búin að spila marga meistaraflokksleiki. Það leiði mér að ég var stórlega um það. Það er nummer 18, það er enginn 19 leiðilega þetta. Sjálfsögðu. Þóknir því að leiksýtla sé bara svona upp á punt stundum. En maður hafa að gera þetta vel þarna. Það er bara áfram. Hulda út af vinstri megin. Frábælega gert hjá henni þarna. Hulda með sinn vinstri fót. Hvað gerir hún? Clever. Dábekku. Hún er hitt að þriða skoti með vinstri á henni í dag. Þú vil er þetta vel gert hjá henni. Gott höts þarna. Freyja færir þetta inn fyrir. Og gerir hvað? Æ, búið að dæma. Já, samkvæmt mínum upplýsingum í mínu vari er þetta mark. Jó. Og Það verður ekki skoðað aftur sér dómarinn. það er ekki skjáinn. Svo það er þetta færiska úrvarsdeildin ætlar að prófa að vera með var í einum leik á þessu tímabili. Það mun örugglega ganga bara frábærlega, held ég. Það verður örugglega ekkert fyrir yfirst í því. Nei, það er... Ég held ég hef heyrt sko verri hugmyndir aldrei. Það verður vesen fyrir dómarinn að koma að skjánum hérna núna. Hann þurfti að fara svolítið langt. Já, koma upp sko bíða alveg í hátt í 50 sekundur eftir að straumurinn nái takti. Tökum bara tíma hann dæmir. Hörðu, þetta er vel spila hérna hjá Fjölni. Sleppa hérna í gegn. Heyrðu, þetta er bara hann fárulega vel spilað hérna. Já, við skotum svona markið. En sem var bara Gert. Já, þetta er fyrsta skot af marki. Fjölni Já, sem fyrir að markið. Já, bara að marki og á markið. Er ekki bara 1 og 1 núna? Ég held það. Ég er ekki svo því. Já, það var bara mjög vel gert hjá þeim. Sýnir bara að hingar geta ekkert slakað á hérna. Nei, við erum að tala um þetta fyrirháleik. Það er fótbolti í þessu liði. Þetta var geðveikt. Ó, þvílík. Hún er á skori núna. Þetta þarf að fara í hæglatpakkan þú veist þetta. Hún heyrði ekki mér. Þetta var alveg unaður að sjá þetta og lindu þarna. Já, Víkingar vinnur boltan áttur. Já, Freyja er þetta með boltan. Góðsvíkur Dagný. Það er alltaf leið inn í þetta og góður hann fyrir á Huldu. Já, hún heyrði í mér en þetta gekk næstu því. Það er ókvæðilegur hraði í þessu lið okkar. Heyrðu, þetta var kloppi. Þarna var næstu í kloppi en telst ekki með. Dagný brotið á hann þarna en... Þú Barðsson hjá Fjölnis. Leikmann nr. 9 sem var samkvæmt skýrslu er Ísold Ugnarsdóttir. Gerði vel hérna, hann tók hann á boltanum og kom hann út í gott færi fyrir Fjölni sem betur finnist ekki. Nú fer Víkingsliðið vinstra megin. Frábær móti Gatna og Lindu. Birta. Dagný. Boltingingur við með milli kantana. Freyja, kemur góðan bolta fyrir, þetta er Linda Líf. Með skalla. Hörðu. Þetta var inni. Bara rétt framhjá. Skota þetta frá Jóhannu. Hún er markasjúk. Kemur hérna með, hún er alltaf bara tókus kannski bókstala að við erum hérna með hliðina. Gróður spilum mörg, ég veit ekki hvort Það þurfa að skora það hverju leik eða eitthvað. Skora líka með alltaf líka ekki. Jú, var það? Já, en það var alltaf ekki í keppnisleik. Nei, það var ekki keppnisleik. Það var æfingarleikur. Freyja næstu búin að, nei, Linda næstu búin að komast inn í sendingu þarna. Fjölni sterkur ætla að koma einnig. Já, allt opið hérna núna. Hún er ekki gerðið í fyrst skipti, hún er yfirveið. Rólegur leikmaður. Ríkilega gaman að fá hana. Já, aukarspurning hérna, spurning. Daniel enda í persónárum sem bara leikur við. Nú fengi ég eitthvað hjaskarn á hægrið. Ég held að Begga takk þetta. Þetta vil ég sjá syngja, takk. Við hefum hérna skotiðinu Jóhann aðan, þá vil ég sjá þetta bara ramma. Ég held takk þetta með hægri.
Já, ég held það líka, en samt maður veit það ekkert, skilur við. Þær getur verið bara jafnfættar, og eitthvað svoleiðis. Þetta er bara viðkvæmt málefni eftir þessa útreið sem að örfættar fengu út í Kýpur, á Mónia. Þegar 7 leikmenn voru örfættar á bekknum, enginn í byrjunni. Takk. Begga, hvað gerum við þetta? Já, þetta er 2 stig í amerísku fótbolta. Vallarmark. Ég er að halda þessari sögu lifandi fyrir Halldór Smára því að hann er ennþá sárið þessu, sko. Skil hann vel. Nú góð pressa. Dagný, kemur hann á Huldu. Skuttu bara. Hurðu! Þetta! Djúvitt blekkir þetta maður. Held að hann var að syngja upp í samarana þetta. Nei. Já, við ætlum að byrja setjanleikina svipuðum krafti og við vorum með það fyrri. Þetta búið að vera opið og skemmtilegt hérna í þessar 5-6 mínútur. Svona þetta vera. Bara fótbolti að hafa gaman, en... Okay. Ég held að þetta hafa nú kannski með smá samúðarbrót þarna. Núðulega. Þetta að sjá þetta aftur. Svo meina hvað. Það eru búin að vera sko... Þetta getum við ekki mist inn fyrir. Nei, það eru búin að vera ómið. Það eru búin að eiga svona 4-5 moment þar sem bara hefði getað komið stórhættur stað upp úr, en það var eitthvað svona smá vantað upp á sem er bara alltaf kannski mununa milli annar deildarinnar og bestu deildarinnar. Þetta var velgert að vera nú fyrir Dagný hérna. Kemur inn á... Bara gert þarna hjá Dagný. Emma sá ekki Huldu þarna Herri, annarkvæmt orðsinn segir mér og aftur Freyja með fyrirgjöfina. Þessi, Dagný næst þessum, Hvað gerir Dagný? Hérna fyrir en... Hvernig sterkur verðast þessu? Begga gerir þetta vel þarna. En það leysir þetta ágætlega. En Freyja Akkarsson við vinnum innkastið. Nei, það er Fjölnis. Innkastið gult, segir dómarinn. Þarna getur þetta einhvers frábær sending á Daníu. Aftur frábær sending á Freyju, nær hún þessu. Nei. Innkast. Sá hérna Sif Alldóttur, ef að segja fyrrum leikmann Selfoss eða núverandi leikmann Selfoss? Já, ég veit það ekki. Ég hef ekki heyrt neitt annað en að hún sé bara í Selfoss en þá. Já. Var þetta með manninu sínum? Já. Bjössa Sigurbjörns. Það var nú gaman að sjá hana kannski. Það er heima sem skóla, eða svona sumar. Það var ekki leðilegt. Ég myndi borga mig. Já, það þurfa allir að borga sinni í Víkina, þú kemst ekki upp með þetta annað heldur en það er engin stjarnan þó þú mætir klukktíma fyrir leik, sko. Nei. En sem verður mættu Megbóðsson á allan leiki í sumar. Það næstum upp í stúku. Þetta er ansi þröndsjónarotni hjá okkur hérna. Já. En öryggið á oddinu og allt það er að há handrið til að varna okkur á falli. En það er fallið hátt. Fallið er mjög hátt, sko. Já, þetta er svona... Það eru gaman að sjá hann í sumar. Það eru svona 7-8 sem að mér finnst svona... Ég held að 1 ára upp í bestöldinni hafi verið áhugavert fyrir þar. Ég held að getum við séð svolítið svona eins og sumarið í fyrra. Sem vorum við svolítið svipaðan hóp og 22. Bættum aðeins í. Svolítið sem ekki núna. Þá verður bara eitthvað veistlega í sumar. Ég vil alveg sjá bara... Þetta er bara eitthvað... Ekki nóg, sko. Það er í máru reynskilin. Það verður bara mjög áhugavert að sjá. Geðveik sending. Þetta leit rosalega vel út þetta úr hækkaðri stöðu. Já. Það verður áhugavert að sjá líka bara hvað hinn liðin í bestu gera. Já, Valsarðin það var engið mikið upp liðið sitt. Já, breytingar þar. Breiðablik að stækka hópinn, verða ekki með Augnablik. Einmitt, bara Smára. Já, hvað gerst þar? Maður veit ekki, þetta verður svolítið að sjá. Við erum þakklátt fyrir Smára, það er náttúrulega partur af laginu okkur góða. Bara minnst það frábært koncept Smára. Heldur betur. Svo náttúrulega koma FHL nýjar upp, fáum við farið þangað í sumar. Gekkja að segja það. Fram, sömulegis mjög áhugavert. Þetta spil er upp á 10. Þetta munaði ekki miklu. Já, Fram, það er frábært að sjá Fram. Gaman að fara þangað í bæði bestu kalla og kvenna. Já. Mjög skemmtilega lítur að gert það. Þessi bolti má ekki skoppa svona. Það gerum við vel en maður þólum og
gerir þetta ennþá betur. Freyja sterk þarna, gengi hart að henni þarna. Hún bara í Copa Mundial, þetta bara Will Curver. Já, við ætlum að fá minn á eftir. Þetta alveg, sko. Ég vonandi sig ykkur saga baka þessu, sko. Já, þetta eru Skotnir að Hemmagunn. Hemmagunnskotnir. Það eru töfrar í þeim. Kemur Freyja hérna hægra megin. Setti bara í fjórða gír og sótti boltan. Baka Lindu. Lindur ekki upp, nei. Það þarf að gera þetta. Sendi hvernig Dagníu sem með 4 í kringu sig. Já, náðu ekki að koma boltanum út af Freyju, en vinnur boltan aftur. Jóhanna, já. Bara út af að aftur. Býtu, fylgja eftir. Nú væntanlega þjálfari liðsins okkar kæri ekki ánægður með þetta. Það bara komið með þetta gott garg. Þannig að sjá kantmennina fylgja þessu eftir. Jóhanna vinnur þetta, hlaup, tilbaka á Kötlu. Sendur hérna á liðsfélagi sem U19. Þetta vel list. U19? Já. Ekki U21? U19. U19. Já, innkast. Var þá Jóhanna í liðinu þegar við vorum að lýsa leiknum. Þannig að þegar hún flautar af vegna bleitu. Já. Það var alveg ótrúlegt að sjá það. Mitt sumar. Já. Var þetta í Svíþjóð, já. Í Gautaborg með þessu. Það ringdi smá. Þetta hendidómari. Nei, þetta ekki hendi. Kann að meta þetta. Þetta sást líka í úrslitunum daginn þegar Newcastle skoraði mark móti Tottenham. Já. Gaman að bera allt saman við Tottenham í þessum úrslitingum. Þannig sterk þarna, já. Ná ekki við marknum. Já, Freyja. Átetta þarna. Hulda. Sýnt ekki Dagný og við fyrir ekki hérna Linda og hérna Freyja búin að skipta. Freyja komið fram og Linda á hægri. Spurningu tóðum að sjá Anniku, Örnu, svo Rakel og Þórdís hérna líka á bekknum. Skilst það mig alla koma inn á við það sem ég í dag. Paradís líka. Já, var ekki valinn bestu leikmaður við 20 hjá okkur í... Mikið rétt, já. Bara þú lest Víknum.is. Það ótrúlegt. Þetta er velspilandi lið. Svo færðu bara lindulífi í bakið þær og því miður þá endar það aldrei vel. Já. Þetta er aukaspilandi dómari allan daginn. Já. Dómarinn, ég ætla bara að segja þó hann hefði dæmt eftir mínu höfðu þarna, þá var hann búinn að hafa mjög góð stjórn á þessu leik. Þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Hún reyndi sko að þetta var eiginlega líka sára sann að Linda svona rétt til hliðar. Það er eitthvað í henni styrkur og geði. Já, frábælega gett þannig að Kötlu kemur að stað. Rosalega pressuna vel. Þetta var svolítið metnaðfullt þarna. Vildi heldur áfram. Þessar niður, hún þurfum að fá vinnaboltan ofalega. Já, það er ekki sem að pressan var í fyrir hálfleik. Þetta er bara vel list hjá Vilni. Jóhanna og Gíja. Þetta er búið að vera mjög góð leikur hjá Jóhanna. Ég held að hún sé nú ekki með marga feilsendingar í dag. Þetta er frábælega gert í dag. Skemmtilega gert. Með nokkra möguleika þarna, en ákveður frá sjálf bara, hún setur hann, hvað gerur hún? Vel varði þarna. Nei! Ég byrjar að fagna. Þetta var frábælega gert hjá henni. Já, frábær. Dip to shoulder trikk sem hann. Já. Hann með þetta svona svo einfalt og fallegt. Það er pressa. Freyja gerir þetta alveg frábælega þarna. Þetta er bara skota markið. Klára þetta. Þarna er Begga, nei. Og Birta, nei. Hún ætlaði að senda hann líka það. Við ætlum að fá að njóta þess að horfa aftur á þetta. Tænið þarna í endursýningu. Þeir sem geta fundið ykkur leitlega geta gert svona hendur sinn. Hver veit, einn daginn. Þetta er ekki ruglega ekki sem John vildi sjá. Þetta er nefnilega ekkert, það var einhverja varnir í sumar í basli með þetta lið, getur sem það er alveg okkur. Emma, þetta er hérna, lokar á þetta og Erna, já, það er bara að gera þetta, já.
Þetta var einfalt og laggott. Svolítið þröngt þarna, en kannski óþarfi. Já, þetta ágætlega. Jóhanna var með galopið vinstra meira það. Fá hann yfir núna. Gargaði bara öllin, við erum svo alveg liðin á hann. Sjá Jóhannu. Nei. Svo skoraði verður núna á 2 sokkubjókur. Hann þekki mínu konu rétt. Það er Lindarfreyja að leika vel saman. Munna réttu. Það eru 62 mínútur, hálftíma eftir. Ekkert komið margt setjafleikin. Nei. Kannski eitthvað óhapp að spila í þessa átt, ég veit það ekki. Já. Þetta sé há norður, sko. Svona meða mínútur líka. Það er brekka. Eða austur. Norður eða austur. Já, þetta er upp í móti. Það er rétt. Kemur það langt innkast frá... Það er mist þessi. Hún er myndavælinn sem ekki að skipta yfir á mig þetta því ég reyði mig. Slóð þögn á salinn. Alveg staða þetta komur upp. 5-0. Emma Steinsen. Bolti fyrir þarna. Bolti fyrir. Markmaðurinn missir hann höndunum og... Hilda þarna, aðgangsvörð. Það er skotið, hann ekki á markið. Góður bolti þetta fyrir Jóhannu, stórhættulegt. Koma fjölnastelpur. Já, þetta er staða sem þekkjum hérna, en við erum búin að geta bjargað að svinga til. Tala saman þetta. Þetta er ekki með Linda. Já, keyrðu. Og þetta er mark. Já, þetta er mark. Allan dag. Það var ísilega gert. Þrenna hjá Freyju. Þrenna hjá Freyju. Dani er að frúta núna síðan mér. Inn á kemur. Hefði það komað inn á? Arna og Annika eru komið inn á hérna fyrir Freyju og Daníu. Já, það er nú ekki slemt. Dóttir mín kom hérna með Sunnu vinkonu sinni að beita á æfingu. Já. Og ákveða hérna koma hérna sér og sérstaklega spennt að sjá Örnu og Anniku. Já. Það er þetta að Arna mistur að æfa í þriðaflokki hérna á. Já. Stundum og hérna spenntar að sjá liðsfélaga sína koma inn á. Frábært að sjá þær hérna. Skemmtilegt. Geggjaðar stelpur. Ekki leiðilt fyrir hérna Anniku að spila í treyðinu að Tjörru. Nei. 6-0. Já. Við höldum áfram með leikinn. Kvörtum ekki verið þessari veislu sem er í boði. Við höldum með þá meðaltalinu, það bara hækkar. Þetta er svona náttúrulega 5 marki núna meðaltali í Víkingu TV. Já. Þó það hafi kannski ekki alveg verið okkar meðaltali síðasta leik. Nei, ekki. En við teljum bara marki. Já, við erum ekkert að pæla í úrslitunum. Við erum bara hérna að vinna okkar vinnu. Já. Svo kanna með ljáinn. Akkurat. Það er með svona obskjúr fórskráðarreferens alltaf í öllu fattur. Það er 14 mann sem vöttu þennan. Þetta er villist yngast. Þetta sem það nú ekki oft dæmt og ég hvet dómara. Mér langar svo mikið til að finna ykkur að lausna á þessu. Finnst þetta svo leiðilegt. Þetta þjónur engum. Það var ekkert af þessu þetta enga sem hagnaðist neinum. Nei. Bara, næja, áfram gakk. Smá töðhóttn hérna. Töðhóttn. Harðar. Sem þetta Svala er hún þreytt á en það er önnur saga. Það er stengið hérna. Linda kom að þrjópa topp. Ábyrði snúið þarna, ætlaðan sendur á Örnu. Arna skoraði með líka, sitt fyrsta markið meistaraflokk á móti Aftureldingu daginn. Og átt að fá vítaspyrnu. Alveg bara, ég hef aldrei séð hann eins. Tóta er hérna. Við þurfum að ræða við hann. Tökum hann, talið var til. Tökum hann í karphúsið. Það gerði út. Það vildi að segja. Frekar fyrir út af. En þetta er fyrstu mistök Jóhann í öllum leiknum. Ég var einmitt að hugsa, hún er búin að vera frábær. Alveg frábær. Þetta er mitt fóreldrinn þetta fram að gangja hann. Það er einhver svona ótrúlega góð orka í kringum þetta fólk. Ég kann að meta svona innilega velkomin í Víkina. Passa vel í stemminguna hérna. Já, vel spilað. Frábærlega spilað. Arna. Heyrðu, geggjuð sending. Hún er komin inn í gegn. Sett hann. Fyrsta keppnismarkið. Kottu með það. Þvílík tækni! Það er 7-0.
Þetta var sturlað. Þetta var stjórnlega. Ég ætla að reyna að vera ógeðslega tæknilega sinna núna og taka þetta mark upp hérna núna fyrir ykkur og setja beint á samfélagsmiðla. Þetta mark var stómsending í gegn. Þetta var fárlega klárað hjá Ernu. Setjum þetta beint inn á Instagram stories núna. Það var nefnilega alveg hellingur eftir. Frábær sending gegn. Alveg frábær. Lindu. Ég held á tímabili hún var að missa út úr höndunum. Svo var ekki. Frábært hjá Örnu og frábært fyrir hann að skora hérna. Já, Annika hérna. Já, sterk. Vel gert hérna. Hérna ykkur vandræðin, stíð aftan í hana og þetta er eitthvað annað spilna. Ekkert, engin millindi þarna, prófa. Það er kakkan virðing að milli þeirra. Smá pyrring, þetta fíla ég. Já, nei, hann verður þarna, takk. Við lofuðum mörgum í dag og við stöndum bara við þessi lofur okkar. Það hefur eitt klikkað hingað til. 7-0. Jóhann var bara að senda ykkur Begga rosalega getur hlaupið. Já, það er búið að vera alveg svakalega tempo hann 70 mínútur. Og hérna, já, ég meina það er bara búið að vera flott framist að öllum í þessu liði. Það er bara ekki búið að vera veikablett að finna í hópnum. Kannski helst John að á hann. Já. Boltað sendur á hann og hann er bara búinn að tapa töðsunni. Því miður. Og hann fann að Lindu sem er svindlkall. Þetta er satt sem ég segja, hún er svindlari. Þvílík harmur, þetta átti að vera mark. Gaman fyrir Örn að koma hérna inn á og skora til örfáum mínútum seinna. Smá mistur þarna með henni, hann held að þessi væri í öruggum höndum hjá Beggu en alltaf góðu Erna með þetta. Já, neitar að nota Köllu, finnur hann ykkur. Vel gert. Það er bara, heyrðu það er bara svona. Já, ok, þetta er kannski full með þarna, vilt þarna í one touch bolta en það getur tilhörni þarna. Já. Það er hotspilna, hefur að segja það? Já, fyrsta hotspilna Fjölnis í þessum leik held ég. Heldur betur, þetta sjáum við kerraðandu og sjáum við Fjölnis vagnin. Já. Gullvagnin, svona kallaður. Það eru tveir á vagninum. Það eru tvær á vagninum. Það eru tvær á Fjölnisvagninum. Heldur betur. Ekki við þar. Nei, við erum þetta bara upp í ykkur ísköldu, alltaf kalt hérna. Við náum alltaf að væla aðeins yfir því. Samt ótrúlega skrítið við sem aldrei vel klættir hérna. En það er hann að Ég var að hugsa hérna áður en að laðast að klæða sig. Nei, bara kvarta. Það er eins og við gerum. Hotspilna kvartin í... Hotspilna reyndar. Já. Alltaf gerir vel blakað frá. Það er vantilega hotspilna aftur. Hotspilna, já. Þetta var. Þetta er þessi sem ég er að tala um á hann. Þessum 73. Hver er við og fyrir nafnið henni? Eva Karin Sigurdórsdóttir. Það er fótur þarna sko. Báði megin sem mér. Það er hún kvöldur yfir. Já, hún tekur bara líka. Hún er svo Santika Sola hérna í forðum í Arsenal. Það bara skipti bara fót eftir því sem að sjónurotnið er betra. Já, hún hlýtur að taka þetta með hægri eða ekki. Jú, var hlut að vera. Það er engin leikmaður Víkings utan Tegs akkurat núna. Nei, það eru allir í vörn núna. Þessi fyrir aftur fyrir leiki. Já, kallagripur störuglega vel gert. Skerðu, þetta er... Hörðu, það var eins og bara í pingpong. Já, þetta var spes. Þetta er sérstaklega fyrstur á svona þetta dálega síðan. Þetta var áhugavert. Heyrðu, það er... Já. Svo tartaðan í þetta. En við róum þetta aðeins niður og nú förum við svo. Og við ætlum að ná að bæta. Það var mitt fyrsta guðlaspjaldið sem að Katla fekk í keppnisleik Meistaraflokks var hér í fyrra á móti... Það er rétt. Þessu mann ég eftir. Það er rétt. Það var nýtt svipað aðstæður. Annika gerir þetta frábælega. Sem að gert áður. Gaman að sjá það koma þenni liði fættar árið 2009. Þetta er frábæð sending. Ykkur bolti! Ég sammála henni ömmu þarna. Geggjuð sending. Þessi var geggjuð. Já, Begga var mjög óöppin leitandi þarna. En það eru skiptingar.
Þetta er maður Steinsen að tilla út af. Sýnist að inn á að koma Þórdís Embla og Rakel. Fyrir Jóhannu, það er bara bakverðir. Já. Straight swap er svo þetta er. Eða hvað? Þú sér, Jóhanna bara eiga svona nóg eftir. Get ekki vindfúla fyrir það? Já, Linda er að koma hérna út af. Linda kemur út af. Já. Og Emma. Jóhanna fer þá yfir í... Já, Jóhanna kemur hérna hægra megin. Og Þórdís, vantilega það er hægri bakverð. já, Rakel í vinstri. Gaman svo Rakel kom aftur á völlinn. Þórdís spilaði móti í afturlíku líkum daginn, ekki? Jú, hún var inn í... Rakel var ekki með 5 leik, hún var ekki meitt. Rakel var ekki með það. Hún var ekki með þá. Arna hafði líka aðna maður. Jóhanna mætt þarna. Þetta finna vel fyrir sér tógar í hana. Þetta var skemmtilega gert þegar hann breyta hana með. Þetta horrið dómgæsla. Það var spjald líka. Við erum kannski grjótari vikingar en við erum líka sanngjarnir. Þetta var fullorðinsbrot. Vel gert til báðum öllum aðeins. Það eru skiptingar. Það er fjölni líka. Markur er að koma inn á. Já. Ánægð með þetta. Liðin eru að láta alla leikmenn í hópnum fá tækifæri. Ég sendi hérna í reyðildi við dóttur minni sem segir að ég var rangt fyrir mér, en ég setti hérna á Instagram markið hennar Örnu og sagði þar að hún var að skora sitt fyrsta mark í keppnisleik. Hún setti upprúðumarki eftir en dóttur mín alltaf hefur ekki leskilningi frá pappasunum, það er á hreinu. Það er ekki aðeins það sem það kemur fjölnustúrk hérna Rakel, já, fínasta sending á endanum. Birta lítur hérna upp á sér Örnu og Jóhannu. Jesus Christ, ég sagði að þessi viðbrunning voru við sem hraða. Hérna, ég held að þú var alveg fatt það. Já, já. Það er vel hún tilbaka, hún blæs ekki mjög. Þetta eru Eyrarbakkagenin. Ykkur fengur segi ég. Já, frábær sendingur á Selfossi. Við komum á Eyrarbakka, eða auðvitað. Líka annað sem við vorum að nefna með fjölnislið í fyrra, þá hérna spilum við viljum þetta Smára líka 14 og 2023 segir. Það er enginn búin að missa hausinu þetta. Það er bara alltaf mjög fólk, það er alveg frábært að sjá þetta. Það er auðvelt að fara í fílu og vera pirraður í svona aðstæðum, en það er ekki þannig. Segðu það bara, þetta munur ekkert miklu. Ég voru þetta niður núna að hulda Magnúsu. Já. Þetta er svona vel í, gefur innkast, já. Við verkum bara þessum leik og okkar leikmenn hafa nú bara verið aðgangsarðir, finnst mér, bara heilt yfir í dag. Já. Vantar ekkert upp á baratuna, hlaupin. Smá lengi í gang hvernig setni, en... Já, svo fór, þetta var svona dísilvél smá, svo fór þetta að snúast. Þetta er eins að finna út úr hlutunum eftir að Berdís farin út af miðunni. Já, einmitt, það er nú smá breyting að fá hana í burtu. Já, Arna er þá vantilega komin upp á topp. Það er nú aldeilis gaman að sjá það. Já, ég veist þetta bara, já, ég veit það ekki, 50-50, segir það. Það var velgert hjá Rakel. Það er að hirða boltan af henni en þú veist kannski gera það á harkalega. Ég sá ekki mikið af þessu, þetta er mjög hlutdrægur. Ég er alls ekki hlutlaus. 15 mínútur eftir af þessum leik. Þeim síðari, já. Ef að klukkutunum ekki bregðast okkur. Já. Það gerir fjölnustúrkur hérna. Dæla flottur bolti. Þarna fekk í eitthvað höfuðhögg. Núna þetta sé ekki eitthvað leðilegt. Býtum við, þetta er... Eitthvað meira en ekki neitt. Eitthvað sko, þetta... Ekki lengra síðan en bara mitt í þessum umrædda leik Liverpool-Tottenham sem við sáum leikmann detta niður. Ég er ekki enda bara að skilja hvað gerðist þar. En það minnst lagi með Gíu sem er nú mikilvægari heldur en einhver leikur sem er löngu búinn. Já. Það er hún. Svo þetta fengið eitthvað höggarn á gagnu eða finnst þetta ekki... Þetta séður... Já, akkurat. Tekur hún bara svona með vinstri. Já, einmitt. Þetta er...
Þetta verður áhugavert sumar hjá Örnu og Anniku. Talandi Örnu, kom hann vel tilbaka. Þetta er vel spilað. Dekkan, það kemur Jóhanna á þvílíku spretti. Jóhanna var þarna. Eitthvað er hún að fá í morgunmatun Jóhanna. Hún er búin að hlaupa allan helds leikin. Það er kannski spyrir foreldrarna hvort þú sem ykkur tips fyrir mig. Það er komið í smá stand. Fyrir Old Boys. Já, bara fyrir eitthvað. Þetta er fáranlega vel gert hjá henni. Hún var á fullu allan leikin. Vildi hann valda boltanum. Hún er nú með skotfót. Sett hann bara. Hún er með skotfót. Næja. Skoraði með jöfnumarki móti FH. Var bara á 90. og 100. mínútu þarna upp í Kaplakrika. Það var 10 plus. Hún skoraði nefnilega 2 mörk undir lok tímabilsins sem voru ansið dýrmætt þegar taflan var skoðuð í lokin. Þetta er Þrótti heima líka. Æ, þetta er leikir. Þóttist, kemur hann Örnu. Arna. Það er Rakel hérna. Rakel. Já, leikir þeim boltan af. Það fyrir hurtu hérna. Þetta ætti smá Neymar-kýr þarna bara í smástund. Já, Bertóki, hafa gert þetta allt saman áður. Þvílík ró yfirvegun. Þetta er gaman að sjá. Rakel lítur upp þarna. Jóhanna fjörstönginu. Arna bara komin að sækja hann. Bara greinlega dettur beint í nákvæmlega hlutverki sem að Linda var í. Akkurat. Hann sagði mér það einmitt svona. Þetta er svolítið áhugavert sumar fyrir okkar svona yngri leikmönnum. Já, einmitt. Þetta er fárlega vel gert hjá þarna. Þórdís fann hann þarna á milli. Það er svo handboltinn, bara prófum aftur. Kæró. Þórdís þarna, ok, og smá uppinn þarna, en vinnum við tilbaka. Gert. Fórum við hinum einn. Þessi bolti fór í bakið hann. Skemmtilega gert. Þetta er rangstæðadómari í allan daginn, rangstæða. Þetta er flaggað, ekki spurning. En Þórdís var búin að bjarga þessu. En síðustundar sáum þetta. Hún var að spjalda markmanni fyrir að bomba boltanum burtu, sko. En hérna, það er kannski bara ég. Það er tefjadómari. Það viljum við ekki sjá. Eða liðum sækja svolítið. Og svona maður fjörðin svona svegt með sjálf og sér með alla línuna fyrir svona sig og var aðeins fyrir innan. Kveika sér eitthvað þarna sem hafi... Já, hún er sem það var út af... Það er eitthvað þann læri. Æi. Það er nú... Hann orðið hans er títt fyrst mér í nútum fótbolta. Gerist nú bara í þessi handboltaleik ekki Nei. Já, ég sá það. Vá, fyrirlegur. Það er að spila þarna bolti þarna inn á Jóhanni. Þetta er vel gert. En hún er sest á völlin. Grænlega fótspil. Hún Ísolt þarf að fara út af. Já, hún búin að vera bara flott. Mjög vinnusöm. Erfitt að vera einn frammi. Við erum búin að leggja upp 2-3 góð færi, 2 góða sóknir. Við erum líka búin að vera tengilegur fyrir það er fram á við. En það er fjölnislið, ég myndi segja bara með svona ekkert með mörgum breytingum. Það er mann alveg að sjá þetta gera eitthvað í lengjudeildinni. Já. Ekkert langt frá því. Ég kan ekki segja hvað boltinn er að vera betri í Íslandi. Þetta er alveg, við erum að tala um að Smáli þurfa að vera ógnasterkur á sjöfum. Þessi leikinn er ekki dótt út. Já. Þannig að það verður ekki döðalt að komast yfir þeirri til þessum held ég. Nei, og lengjudeildin verður líka... Hún verður rosalega. Svakaleg, sko. Já, Fjölnir... Nei, fyrir ekki Fylkir, alltaf Fjöll. Já. Hún er sumar. Það er ekki BVF líka. Þær fóru ekki til. Það er rétt. Einhvern veginn eru Afturelding alltaf að gróta. Já, einmitt. Svakalega slikir. Það er þess að tegja á þeim Hún er 42 innan það fyrir framverðin. Það er ekki eiginlega alveg pottið. Eða komin inn í hálfleik. Ég er ekki alveg viss. Eru Begga komin hérna? Nærum þessum byrta? Nei. Þetta er bara... Þetta er bara hörku barátta þarna. Það er væntanlega útspark. Nei, hann er ekki farinn. Hann er ekki farinn! Sem hann ekki hverjum degi. Já, framfælega gert í huldu þarna. Góð barátta. Rakel, Jóhanna.
Rebecca Sól. Þetta var skemmtileg pælingina. Það var gert hérna hjá Víkingsvöldinni. Þetta ekki öfundsvöld hlutverk að vera 2-6 þarna frammi. Það engin leið í gegnum þennan múr. Jóhanna. Heyrðu, mistök nr. 2. Skráði hjá okkur. Þetta sér þetta. Þetta er að leysa vel úr þessu. Heyrðu, ég var að halda með þessum hælspötum hérna. Það var að vera mjög skemmtileg. Já, vel gert þetta með Beggu. Annika. Skilja hans betur að hún var í atvinnumennskunni. Býttu. Góðum við þarna komum bóttan út af Freyju. Þetta er erfitt. Það eru svo marga tilbaka. Snakka tilbaka, það eru að sækja 4 núna. Gíja og Rakel. Þessu. Ná ekki losa þessi pressu. Bra. Gíja Þórdísi. Annika finnur núna. Frábært. Það er eins og Annika í breddur kom. Ég kann að meta þetta. Það er kloppi. Telst með. Já, það geta gett það. En Þórdís og Jóhanna. Arna er útsýn á sumar. Djúvill. Það er hlakka til að sjá hann í sumar. Þetta er vel gert maður. Hún reif bara boltan. Vinnur Huldu. Huldu að láta vaða eða hvað? Nei. Kemur hann fyrir. Mátti engum muni hafa það. Það var lesið í gær. Góð innkoma hjá þeim hérna. Varamennir að... Já, bara haldi uppi saman tempói. Leikbreytarnir. Já, heldur betur. Leikbreytarnir. Til hann John Henry okkar. Kalla þetta leikbreyta, en ekki varamenn. Já, vel gert þegar það þótti sig. Finnum við fyrstu svona, nei. Býtu, við fáum hann til lengastið. Nei. Það eru núna 5 mínútur eftir að leiknum. Því að klukkan átt að stoppa á vellinum. Sjálfsögðu, það voru stoppar alltaf í 34 mínútur. Það voru 8 mæslega niður að reyna að finna út úr þessu, en það var ekki fyrir því. Það voru Þórdís og Erna klókar. Þá kemur skipting. Það er Fjölnis megin. Bjössi verið að gefa ykkur merki hérna. Það var bara sínur fyrir að gefa mig fingurinn. Klókar að flotta. Og svo hans er búin að vísa. Leikmaður nr. 99 hjá Fjölni kemur hér inn á. Kemur í vörnina sínir mér. Það er Vala Katrín Guðmundsdóttir. Þakkum Fjölnis liðinu fyrir það að vera með vel útvelda skýrslu. Við sendum eins og engar þakkir á Víkingsliði. Ekki þetta skiptið. En alltaf við plúsinu við þekkjum þá leikmenn. Já, þekkjum þá bara... Svo vel til. Yes. Rakel er vinstri bakvörður á upplægi. Við höfum lítið sem spila fyrir Víking. Hún mittist í fyrra, kom til okkar fyrir tímabilið, réttur í tímabilið. Gíja með ávægt og aðrið þarna sem hefnast ekki alveg. Fjóðistarpur hérna en... Já, hún er bara, já, akkurat. Sterk. Jesús góður. Þetta var, sástu þetta, hvernig hún stegur á boltan þarna. Þetta er... Vel gert ekki Huldu. Já, Annika Arna, þetta er eftir að rángstæða ekki. Eða, já. Ég hefði samt. Ég hefði gefið þetta, já. Bara látið það fara. Það var frábærlega gert þarna. Skemmtilegt. 70 metrar sprettur í Jóni Anniku. Tvölda tilbaka. Ekkert mál fyrir hana. Fáum við markið viðbót. Ég er að vona það. Það væri gaman. Ég er ekki eitthvað svakalega leiður að það myndi koma. Nei. Frábært þessa. Fullu. Smá panik. Það gerir Rebecca Sól hérna. Já. Rakel fyrir geðu. Já. Sem minnst að búið þarna klár. Annika. Hún er ekki droslega stressuð á boltan. Má alveg segja það.
högg í andlit. Leikmaður högg í andlit og þá þarf að stoppa. Leifar stórlegast að þetta hafi verið viljandi. Við fáum bara bolta á hættilega. Það er ekki venjunni þessu. Nefnum að Bjarni Guðjóns ekki bíl í kvöldu það. Nei. Það er náttúrulega bara setja hann upp í vinkilinn. lúr honum í vinkilinn, sko. Þetta er vist ennþá tryggjandi fyrir fólk á Skaganum. Trúið því. Já, ég held að bara taka hann strax. Þetta er áhugavert. Ég held að við myndum bara fá hann tilbaka frá þeim. Robert. Jú, hann að setta bara. Já, vel gert. Búin að spila 2 stöður í dag. Leysa þær með bríði. Saman og hann hjálpar þeim þarna úr vandanum. Stað. Já, Rakel. Ætlar Huldu sem hann nær honum eða hvað? Nei. Þetta fyrir og markspyrna. Ekki mikið eftir núna. Nei. Það verður sennilega bætt við 0. Já, best ekki með því að verði mikið uppbót. Mínúta. Vel gert í örnu þarna. Þetta atriði aftast í línunni hjá Fjölni. Pressaði hana vel þarna niður. Inkast sem að Þórdís Embla væntanlega að taka. Já, vilja snjall. Já. Þetta verið hægri bakkurinn tekur það inkastinn, þú veist, rauðum svo. Þetta er alveg magnað. Það er alveg magnað, sko. Þetta er ekki... Þetta er æft eitthvað. Þetta er sko, ég er bara að setja á það, sko, á öðrum liðum. Og hann að þarna, finnst það ekki basla að komast út úr sínum allra mikið núna. Ná engu vald á boltanum. Við erum búin að pinna þar alveg niður núna, nú þarf bara að koma 1 mark í viðbót. Já, ég set þá kröfu á þetta. Sérst ekki ætla að gera fyrir skiptingar. Nei. Það er eins og Birtun á 90 mínútum. Hún spilaði hann 90 móti Aftureldingu? Nei. Nei, ég held ekki. Nei, hún var meidd í lok tímabilsins. Hún var greinilega komin í 90 mínúti standa aftur, frábært. Frábært, sumir. Virkilega sögnumærið undir lok tímabilsins. Hún var komin á bekkinn undir lokin en spilaði ekkert. Við hefum tekast. Skemmtilega. Spilur hérna. Já, heldur betur tómar hann líta klukku svona. Þessum líkandi klukkan hjá okkur sé ekki alveg rétt. Þátt fyrir ágæti tilunum mínar. Hún er sennilega samt réttust. Já, hún er skást. Fyrir utan Dómaran, já. Og vona hans með bestu mælingun á tímanum. Fjölstöfn, það er bara, það er ekkert að fara að gera stjarna hjá þeim í lok þessa leiks. Það er alveg konur niður á sína einn markteilingu við. Já, kannski var ég að jinxa þetta núna, nei. Hann er ekki búin að detta þeim bara eins og hún sé bara, já, þú veist það ekkert mál. Bara tekið þessu miðju. Spila tjók með, já. Hún gera það í 40 ár. Yes. Það er eitthvað, já, hún er að fara mjög 17 núna til, ég held þessi Spánar úr leiki. Já, Spán eða Portugal. Já, Arna er að fara mjög 16 og hún Caritas sem held að sé ekki ljúga á því. Það var svo margar stelpur, það var 10 þarna 2011 stelpur sástu það. Sjóða, en fleirflautadómarinn til leiksloka, þetta endar 7-0. Smá aftur fyrir því fyrra, leikum það. Þetta var, mér fannst þessi leikur í okkur í dag, mér fannst þetta, já, þetta er bara með betri undirbúningstímabilsleikum ef við telum Reykjavík úti með það, sko. Já, klárt mál, rosalega margar með mjög góða framstöðu í kvöld. Já, algjörlega, það var bara allavega veikilvægt að finna, bara engan, þetta er bara flott framistæða, professional. Linda bara þegar hún netta kveikja á gírnum þá bara unplayable, sko. Já. Og ég held að, ég ætla alltaf að setja maður leiksins, ég ætla að fá að setja það á Jóhann. Ég held að það sé sanngjarnt, ég held að hún sé bara svona í hópi sterkra framistæðana, þá var hún best fannst mér, sko. Sammála því.
Það er spennandi. Hvetjum við fylgjast með því. Svo náttúrulega erum við bara í beinni núna alltaf þegar eru leikir og bara hvetjum við að fylgjast með okkur Víkingur TV